Komið þið sæl, ég heiti Guðmundur Kjerúlf. Þetta kynning á námskeiðum áhættumat. Keilir miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs. Endilega kynnið ykkur vefsíðu Keilis. Nýjasta deild Keilis Vinnuverndarskóli Íslands. Hann mun halda námskeið, fyrirlestra, heimsækja fyrirtæki og vera með rannsóknir í vinnuvernd. Allt nám Keilis byggist upp á vendinámi. Það að segja nemendur fá námsgögn send til sín leið og þeir skrá sig á námskeið. Þeir lesa, horfa á fyrirlestra, kynna sér námsefni og mæta undirbúnir til kennslu. Í kennslustofu eru svo unnin einstaklingsverkefni og hópverkefni. Eftir þetta námskeið þá eiga allir nemendur auðvelt með að gera áhættumat fyrir sinn vinnustað. Og af hverju eiga vinnustaðar á Íslandi að gera áhættumat? Það í fyrsta lagi lagaskylda samkvæmt vinnuverndarlögunum, kemur inn í því 2003 og svo hert mjög á því í reglugerð í nóvember 2006. Og auðvitað ætla vinnustaðar að gera áhættumat til að bæta hjá sér vinnuumhverfið, fækka slysum, fækka veikindadögum, en fyrst og fremst eru vinnustaðir að gera áhættumat til að starfsfólk sé öruggt og líði vel í vinnunni. Starfsmaður sem öruggur og líður vel, hann skilar góðri vinnu. Og hér yfirlit yfir þær glærur sem að þið þurfið að horfa á áður en þið komið á námskeiðið. Þetta byrjar semst á þessari kynningu sem ég með hérna núna. Svo mjög nauðsynlegt að horfa á þetta myndband sem heitir Vinnuverndarstarf á vinnustöðum. Og hvað áhættumat í stuttumáli? Hvar á að gera áhættumat og hver á að gera það? Hvernig á að gera áhættumat? Nú svo fer ég nokkur grundvallar atriði í áhættumati, hvenær á að endurskoða áhættumat og svo ætla ég að tala svolítið um áhættumat fyrir mismunandi hópa, til dæmis ungmenni og þungaðar konur. Og svo legg ég fyrir lítið heimaverkefni þar sem eru 10 spurningar um áhættumat sem þið svarið stuttlega og við förum svo yfir þegar þið komið í kennslustofu. Og hér efni sem þið skuli kíkja á áður þið komið í kennslustofu. Reglugerð skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs og vinnustöðum frá 2006. Hún fjallar vinnuverndarstarf og vinnustöðum áhættumat. Þessa reglugerð skuluð þið lesa vel, hún ekki mjög löng. Og lítill bæklingur 4 blaðsíður áhættumat fyrir alla, kíkið á hann og svo skuluð þið fara á heimasíðu Vinnueftirlitsins og kíkja á það sem heitir hjálpargögn fyrir áhættumat. Þetta mikið efni, en svona rennið þið bara yfir það. Hvað finnst ykkur koma ykkur við? Svona skoðuð þetta, kannski í svona 30-60 mínútur. Og eitt lítið myndband um áhættumat, það teiknimyndafígúran NAPU, hún búin til Evrópsku vinnuverndarstefnunni, talar ekki tungumál, heldur bablar bara, þannig að allir Evrópubúar eiga að skilja hann. Bablið mjög skýrt og myndmálið einkar skýrt. Þetta 10 mínútur, horfið endilega á þetta. Þegar þið komið í kennslustofu, þá byrja ég á að fara stuttlega yfir námsefni. Herði á ákveðnum aðalatriðum og fer svo yfir heimaverkefni sem þið áttuð að gera, spurningarna 10. Síðan sýni ég ykkur það sem heitir 6 skrefa aðferð á áhættumat. Svo skiptum okkur í hópa og þið gerir verkefni miðað við raunverulegar aðstæður. Að því loknu þá förum við sameiginlega yfir hópverkefni. Það alls ekki erfitt að gera áhættumat og áhættumat á alls ekki að vera langt og flókið. Það geta allir gert það en það sem til þarf vinnusemi, æfing og áhugi.